Sturla, þetta ekki fyrsta skipti sem að þú býður þig fram. Já, til forseta, en þú hefur boðið þig fram í öðrum tilgangi. Þú varst frægur hér eftir vörubílamótmælin upp við Rauðavatn, fékkst mikla umfjöllun þar. Hefur boðið þig fram áður og ert með svona þennan málstað. Þú ert að berjast fyrir heimilinu í landinu, fyrir þá sem að standa höllum fæti fjárhagslega. En hverju breytir það fyrir fólk sem berst í bökkum að þú yrðir forseti? Það svo sem, mér langar að koma þess að því að allir hinni fengu skoðanakannunar. Og það svo skemmtilegt að það einn skoðanakönnun sem að menn vilja nú bara alls ekkert minnast á og þá ég nú bara efstur, sko. Þá ég með 51,4%, Davíð með 32% og Guðni með 26%. Hvaða skoðanakönnun var það? Það náttúrulega út af sögu. Allra landsmanna þar sem menn geta fengið að hringja inn og engin höfn. Þannig að ég klárlega, sko, líderinn í hópnum. En hins vegar, já, þú nefnir að ég byrjaði hérna 2008. Ertu að segja þetta í gríni eða ertu að segja þetta í alvöru? Ég náttúrulega að segja þetta í alvöru en það sem að menn að halda fram að... Það segja svona aðferðafræðin bakvið þessa könnun á útvarpi sögu. Finnst þér hún betri en þær sem Gallup gerir og aðrar stofnanir sem að selja þessar kannanir og vinna við að gera þær aðferðafræðilega réttar? Hvað marktækt? Það það sem ég að segja. En hins vegar þá skulum við halda áfram með málefnin. Ég byrjaði hérna 2008 að láta heyra í mér, það satt. Og ég fer svo bara af landi brott hérna 2009 til þess að reyna að sjá með farborða og minni familíu. Og svo byrjar þetta bara darraðadansinn vorið 2011 að það verið að ráðast á mitt heimili eins og hjá þúsundum annara og þá leggst ég bara í lögfræði eins og þið lendið í mér hérna 2000 sællra minninga í þessu stúdíu sem var náttúrulega alveg frábært og var mikið umtal það viðtal hvernig ég kom verulega keikur frá því og að komast inn á Bessastaði í rauninni bara partur af þessu. Ég stend upp bara hér í febrúar-mars og fer að velta þessu fyrir mér og svo bara stóð ég upp á sófanum og fór bara að safnaði undirskriftum og til þess að athuga hvort það væri raunverulegu möguleiki að gera þetta. Datt aldrei í hug að segja ég ætla að fara í framboð þegar ég væri búinn að safna þessu. Og ég horfa á þetta sem bara framhald af þeim ferli og þeim öllum þeim lærdómi sem ég búinn að ná í hér síðastliðin 8 ár að við eigum engan málsvara í kerfinu okkar. En af hverju forsetaembætti? Af hverju... Það réttilega, ef við tökum bara alltaf gaman að minnast á þegar að Ólafur Ragnar kosinn hér 96 og hann fer í heimsókn hér Vestfirðina og hann verður á að tjá sig vegakerfið. Þá ætlaði stjórnvöld að ganga á göflunum að hvern fjandann forsetinn verið að skipta sér að þessu. Þetta væri nú ekki hans verkaring. En hins vegar þetta hans verkaring. Hann skipar ráðherrana og þá spyr ég hvers konar vanvirðing var við þess ráðherra sem hann skipaði að segja að honum kæmi þetta ekkert við. Hann æðsti maður landsins. Það fara engin lög í gegnum Alþingi nema forsetinn undirrituðu þau. Þetta formlegt vald. Þetta ekkert formlegt því að við vitum ef hann ekki skrifar undir þá fer það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þetta formlega vald sem það alltaf verið að segja okkur að þið að benda á statt og stöðutir í sjónvarpi. Við vitum það og erum fann að vera fleiri sem lesa stjórnarskrána og þið vitið það sjálf og þú ert nú í lögfræði. Nei, reyndar ekki. Var það hinn sem var í lögfræðinni? Anna Borgar hérna var í lögfræðinni. Að stjórnarskráin grunnurinn af lagasetningu landsins. Þetta mál sem þú berð svo fyrir brjósti að rétta hag heimilana, það eflaust margir í fjárhagsþrengingum eins og alltaf á hverjum tíma. Hvort það vegna þess að fylgi þitt samkvæmt þeim könnunum sem við höfum miðað við, þá það ekki mikið. Hvort það að menn, þess að segja, af hverju ekki fleiri sem að styðja þig? Getur verið að fólk sem í fjárhagsþrengingum telji þig ekki trúverðugan frambjóðanda? Ég held að ég sé bara mjög trúverðugur. Ég hef staðið alveg einurðarlega að því sem ég verið að gera síðastliðin 8 ár og hverginn hikað og það engin nýtt í minn einstæður og en hins vegar að þá getum við nefnt þess að skoðanakannur einu sem nefn og þetta minnum á bíómynd með Eddie Murphy sem hér Trading Places og það nefnilega ekkert vandamál að klæða menn í föt og rífa hann upp með skoðanakönnunum og peningum. En hins vegar að þá bara miðlarnir svo uppteknir að því eins og ég hendi nú inn á Facebookinu hjá mér daginn,
þeir virðast ekki ráða við mikið meira en skoðanakannir og láta málefni alls þess að góða fólks liggja milli hluta. Réttilega svo þið byrjuðu þáttinn og þá byrjuðu þið á skoðanakönnun. Í staðinn fyrir að byrja á því að spurja bara hvaða málefni hafið þið fram að færa, hvað hafið þið þjóðinu upp á að bjóða, hvernig ætla að taka málum fyrir almenning og svo framvegis. Og ég hef ekki bara mál heimilanna. Það eru hér öryrkjar og eldri borgarar, sjúklingar, það eru hér afkomendur okkar, börnur okkar og þau eru ekki að komast á góðan spöl út í lífið vegna þess að það er lagasetningarnir sem hafa átt við stað á Alþingi. Það eru allar búin að vera smíðað þannig að fólk ungt, það getur ekki keypt sér þak yfir höfuðið. Yes, ef þú verður forseti, munt þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt, Sturla? Herðu, já, þið talið að forsetinn geti ekki haft áhrif á breytingar á einu eða neinu. Það er mjög auðvelt ef við skildum lesa bara 25. greinina hérna. Sturla, þetta er hraðaspurning. Já, þetta er hraðaspurning og hún kemur. Forseti lýðveldis getur látið leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga og annarra samþykkta. Sannarlega myndi ég það sem að þarf að gera, þá legg ég fram frumvarp, lætleggja það fram og það er kannski eitthvað að ykkur verður ráðherra hjá mér að varðandi það að breyta því svona sem að þarf, en það er brjálaði að kollvarpinni því að það myndar kaos í samfélaginu okkar. En við þurfum sannarlega að fara yfir hana. Þessi spurning er svona, ef þú verður forseti, munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? Sturla? Svolítið merkilegt að hlusta á kollega mína, þeir eru að tala beint lýðræði en ætla samt að vera með afturhald á því. Ég er búinn að og tek og stend þá við það ákvörðun að fá ég 25.000 undirskriftir, þá fer bara fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég ætla ekki að vera að taka eða sitja mig upp á móti því að hér í umræðunum og fjölmiðlunum hjá ykkur að þá er að tala beint lýðræði. Eins og stjórnarskráin er okkar sett upp og þá er ekki gert ráð fyrir því að forseti þurfa að hlusta á fólkið. En hins vegar þá ætla ég að gera það og komi bara 25.000 undirskriftir, þá ætla ég ekki að meta það hvort það verði þjóðaratkvæðagreiðsla. Við erum að sýsla með peninga fólksins í landinu og að forseti ætla eitthvað að fara að taka afstöðu það hvort að almenningur sem borgar í ríkissjóðinn og borgar launin hans, að hann eigi að taka það eitthvað persónulega til sín að nei, þið fáið ekki að greiða atkvæði þetta í dag. Mér líður þannig. Við ætlum að ræða núna forsetann sem sameiningartákn og leiðtoga. Það eru flestir sammála það að forsetaembættið, að forsetinn þurfa að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera leiðtogi en það eru ekki allir sammála það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Sturla, ég ætla að fá að spyrja þig. Það sem er mest áberandi í þínu málflutningi, það er baráttan fyrir því að bæta kjör fólk sem stendur höllum fæti fjárhagslega. Getur öll þjóðin sameinast þetta mál? Gætir þú sameinað alla þjóðina, þó líka þá sem ekki berjast í bökkum og þá sem kannski hafa ekki bara hreinlega mikinn áhuga á þessu málum? Já, það er ekki flókið því að þeir sem hafa ekki áhuga á þessu málum þeir eru klárlega ættingjaða vini eða þekkja aðra sem hafa lent í þessu málum. Og við erum að tapa ennþá fólki úr landi og það er ekki búið að gera upp hrunið. Og það þarf að snúa sér að þessu og réttlæti sem ég er að sækjast eftir, það er við eigum náttúrulega þessi fallegu gildi í stjórnarskránni okkar sem segir allir jafnir fyrir lögum óháð efnahag. Og þá getur við komið bara inn á þá sem er að fara hér inn á spítala og annað slíkt. Það er verið að rukka fólk fyrir sjúkrahúskostnað og öðru. Og ef við setjum þetta svo fyrir 77. greinina þá segja menn að það eiga allir að vera tryggðir með rétt í lögum fyrir sjúkleika, örorku, atvinnumissi og svo framvegis. En það er ekkert gert fyrir ráð fyrir svo fjárlögum. En það er gert ráð fyrir að fjárlögum öll öðru heldur réttindum okkar. Og það er náttúrulega það sem að forseti getur komið að og talað og svo framvegis. Og það er kannski það sem við ættum öll að ræða hérna Það er menn að tala ég er hlynntur hérna náttúruverndinni og svo framvegis. Ég hef gaman að því að ferðast hér á jeppum upp hálendið. Og það er ekkert gagn að því að vernda náttúrunni hjá okkur ef allt fólkið er farið. Við erum búin að missa hérna yfir 30.000 manns úr landinu. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að snúa okkur að. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis? Það fer náttúrulega eftir efni fundarins og vettvangi og það er oft á tíðum að þá er náttúrulega ekki hægt að blanda málum saman þegar að vera að ræða utanríkismál og annað slíkt. Ef að þjóðhöfðingjar koma sér saman að hittast þess að ræða þau mál og þá er það efni fundarins. En ég tel það ekki vera við hæfi að ætla að stökkva í eitthvað annað heldur en það sem fundur er búið til.
Þannig á að taka á því held ég. Alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema forsætisráðherra leggi fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Ég ætla að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Undir þessum kringumstæðum þar sem menn eru búin að tala þetta og þá mun ég sjálfur beita 24. greininni og rjúfa þingið ef menn get ekki staðið við það sem þið segja. Já. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Ég einhvern veginn vil bara varpa spurningu til hans og ef við horfum bara yfir dýraríkið, hvar getum við fundið í dýraríkinu þar sem menn eru ekki með foringja og jafnvel niður í Mauraþúfuna. Þar eru þeir með foringja, þannig að ég að velta þið fyrir mig hvernig ef við ætlum ekki að vera með foringja og maurarnir geta það ekki, hvernig verður samfélagið okkar þá? Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og heiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn get ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn, hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Það var það Sturla. Hvernig sér þú fyrir Ísland í samfélagi þjóðum? Það er ekkert flókið, það er bara ritað í stjórnarskrána okkar að forsetinn gerir samninga við önnur ríki og við erum með einstakling sem er hér notaður sem utanríkisráðherra. Hann getur bara verið í einhverjum innanlandsstörfum og forsetinn farið í þetta verkefni sem að stjórnarskrána kveður á og séð þá samninga sem þarf að gera og þá leið kynninguna sem að þarf að gera á erlendu vettvangi og þá eins og Davíð segir réttilega að þá getur hann verið meira innanlands og hann hefur ekkert meira að 30-40 dagar á ári, er alveg yfirdrifið til þess að vera að kynna okkur víðsvegar og svo vil ég taka undir það að forsetinn hefur ekki að gera með það að hleypa hér út alla trissur með einkafyrirtæki og vera að klippa á borða hjá þeim því að hann klippti ekki á borða þegar ég stofnaði mitt fyrirtæki. Svona ef við gætum jafnræðisreglunar í stjórnarskránni. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það er nú ekki flóknar en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta er ein spurning fyrir ungu kynslóðir. Sturla? Það er það sem brennur á allri þjóðinni. Og ég held á því hérna í höndunum og það er frumvarp afnám á verðtryggingunni og það er það fyrsta verk sem ég skyldi gera og það er að láta ráðherra leggja þetta frumvarp fyrir þingið afnám á verðtryggingunni.